Góðan daginn ágæta fólk. Við erum mætt hér til að gera sama við höfum gert hér í nokkur ár og engin ástæða til að breyta því. Við ætlum sem sagt að gefa bara Drottni orðið og við vitum og þekkjum að hann mun vel fyrir sjá og við fáum eitthvað út úr þessu sem við erum að vænta. Og hvað væntum við svo sem að Guðsmanni? Liggur það ekki fyrir? Liggur það ekki fyrir að það er Guðs orð í öllu sínu veldi? Og Guðs orð er mikið veldi, skal ég segja þér. Mjög mikið veldi. Og strangt til tekið þá jafnast ekki á við orð Guðs. Líka þegar kemur að veldi og valdi og svo framvegis því að orð Guðs, það mun síðast tala. Við getum strögglað endalaust við orð Guðs og reynt að afnema það og beygja það og allara handa kanta og máta eins og við viljum. En það mun ekki hafa neitt áhrif á sjálft orðið því að það, eins og við vorum að segja á þann og við trúum því, mun síðast tala. Og leiðrétta þá allt bullið mitt og þitt og okkar, ef við höfum upphaft það, og koma með sitt, því að það er sannleikur. Orð Guðs er sannleikur og hann sem á orðið, Jesús, stjórnar öllu og kemur því svo til vegar að orð sitt sé sannleikurinn. Og þetta er mjög gott fyrir okkur að tileinka okkur og vita af og standa við því að við eigum að vinna með orðinu, ekki gegn því. Sumir reyndar vinna gegn því, en þeir munu aldrei hafa árangur sem erfiði því orðið, eins og við vorum að tala um áðan, mun síðast tala og virka og verka. Sama hvað við reynum og bröltum, að þá mun orðið alltaf síðast virka og verka. Og því fyrr sem að við tökum við svona boðskap, því betra er fyrir okkur, því að þetta er bara staðan. Og þess vegna auðvitað viljum við að menn gangi til liðs við Jesú, því hann mun kenna okkur allt sem við þurfum að vita og fylla hjartað okkar af heilugum anda og andans fyllt hjarta vill fylgja Jesú, læra af Jesú, þekkja hann betur en var í gær og svo framvegis og framvegis. Þetta er vöxturinn, þetta er það sem við þurfum og þetta er það sem við viljum og þetta er líka það sem við getum. Við getum farið þennan veg en veljum hann sjálf að fara nú eða fara ekki. Vera undir sannleikanum eða vera undir eigin hygni og hyggjuviti eins og maður vantrúarinn gerir. Hann er bara undir eigin hyggjuviti og er harla glaður með það en horfir á rústirnar hverju eftir annari og kennir öðrum Það er nú vandinn í heiminum að við kennum öðrum og sjálfum okkur hvernig komið er. En við erum þáttakendur í þessu og hluttakendur í þessu vegna þess að við erum ekki að gera það sem er rétt. Og hvað er rétt? Það er alltaf rétt til að mynda að segja orð Guðs. Það er alltaf það rétta sem við gerum og það réttasta sem við gerum en þetta er hælulegt hvort við séum svo upptekin við það. Og með þess að kristinmenn svo kallar að þeir eru ekki alltaf neitt sérstaklega uppteknir við að segja orð Guðs. Sumir velja fyrir sig að segja ekki neitt orð Guðs, en eru samt kristnir, en eru kannski mennirnir sem að, kannski Drottinn á einhverjum tímapunkti skirpir út munn sinn, eins og það segir sjálfur. Þannig við þurfum ekkert að vera það. Við eigum að byggja upp okkur trú í Jesú nafni, samkvæmt orði Guðs, þá verðum við líka fólki sem er tilbúið til að gera það sem Drottinn er að bjóða og boða
og verðum sæla að því að gera það, því að það er alltaf viska og það er alltaf til góðs fyrir mannin að hlýða orðum Guðs, sama hvort er ég eða þú. Og þetta er eitthvað sem við veljum sjálf, því ég get ekkert valið þetta fyrir þig. Ég get valið fyrir mig að gera þessi verk, en þú hefur ekkert það að segja hvort ég geri það eða ekki. Jú, vissulega getur reynt að standa í vegi fyrir mér, en það mun ekki gagnast þér neitt, því að ég held bara áfram. Eins og ég hef gert yfir 30 ár. Ekki svo að skilja að neitt hafi gert það, og ég segi bara að það myndi hvort þér ekkert gagnast. Þetta er bara stefnan og ég valdi fyrir mitt líf að fara þessa leið og ég er enn á þessari leið og ég sé ekkert eftir því að hafa valið. Ekki svo að skilja maður sjá eftir miklu af því sem maður hafa valið, en sumt sem maður gerði viðurkennir maður nú samt að hafa verið rangt. Jú, kannski harma maður það með sitt að hafa valið þá leið, en það þýðir ekkert hvorki fyrir mig að því að vera neitt að harma liðna tíð. Nei, við erum fólkið sem vinnum með liðna tíð og gerum að blessun til framtíðar. Það er hægt. Þegar allir menn, hvort sem þeir gera gott eða vont, að þeir geta snúið af sínu vegi og farið þá að gera gott eða voru að gera vont, eða svistaði yfir á þann veg að gera vont. Þetta er allt á minni könnu. En til þess að maður haldist nú svona nokkurn veginn jafna í þessu, þá velum maður sjálfur að stunda Guðs orð á hverjum degi. Og nú er góður dagur til þess að leggja rækt við orð Guðs og þess vegna líka erum við með þennan þátt. Það er til þess að hvetja menn að borði Drottins, til þess að fólkið, hver og einn, læri þennan veg lifandi Guðs. Og það ber okkur að gera. Það er það sem við eigum að gera og það er það sem Drottinn hygglust segir við okkur að við skulum gera og sumir gera, en bara sumir. Margir eru sinnulausir við verkið, státa á trú svo sem, en eru sinnulausir við þetta verk. Þeir eru raun og veru að láta flest annað ganga fyrir, standið þeir frammi fyrir einhvers konar vali. En þetta er ekki það sem Drottinn vill. Og sá sem gerir þetta getur ekki verið með Drottinn í fyrsta sæti eins og við segjum stundum og jafnvel státum af. Þannig að við látum verk og orðin okkar tala saman og vera samstíga í þessu. Og við erum það sem við segjumstum vera og stöndum við það. Hvað menn sjá er annar mál. Já, það er ekki nokkulega reiknað út hvað menn sjá. En þú þarft að vita þá hvar þú stendur sjálfur og það er rosalega mikið traust af því fyrir einstakling sem veit þetta. Þú getur alveg vita þetta, ef einn getur það, þá getur þú það líka. En þú verður að vilja þetta og þú verður þá að vera með þitt á hreinu, hvað þetta varðar. Þú segist þér að þetta og þú ert þetta. Þú segist þér að þetta, en menn sjá að þú ert eitthvað allt annað. Það gengur ekki saman. En svo er það annað mál hins vegar hvað menn er að sjá. Það er ekki nokkur leið að reikna út hvað menn er að sjá og ég biðji í Guðanna bænum að vera ekki að staldra of mikið við það. Vertu bara viss sjálfur og haltu því verki áfram sem þú ert vissum að þú sért að gera rétt. Ef einn getur gert rétt, þá getur þú það líka. Og ég. Og við. Þannig að við erum ekki að hengja klæða okkar á einhvern annan. Við hengjum á hann sem að vill bera þau og hann heitir Jesús. Og við eltum hann, fylgjum honum, lærum hann, biðjum til hans og erum í samfélagi við hann og hann segir við mig, Konráð, ég þekki þig. Og ég segi við hann, já Drottinn, ég þekki þig líka. En við sumar segir hann, ég þekkti þur aldrei. Af hverju? Jú, þeir játuðu Krist en hann sá það aldrei verið að gera neitt sem hann var að bjóða. Voru ekki að leggja stundni rækt við það að vera, já, lúandi aðlýningar manneskja, heldur eitthvað allt annað. En þeir áttu hjarta sem að sló til Jesús og hann við. Þannig að við
og eins og ég sé þetta, þá sé ég þetta fólki sem hann skirpir út munn sér. Og ég vil ekki vera þar. Og það svo sem til ritningavers þetta og ég tel að þegar kemur að öllu og drottinn stígi niður til jarðarinnar með himnaher sínum, englaher sínum, og þá skiptir hann í flokka. Hans menn, hans sönnu fylgjendur eru hægra megin, segjum það, en hinnir eru vinstra megin. Við erum ekkert að tala vantrúna. Hún ekkert þarna. Vantrúin bara á leið til heljar. Við erum að tala hina sem áttu neistan, en gerðu aldrei neitt nema að vera með þennan neista. Þeir hlúðu aldrei að þessu neista, þeir blésu aldrei í glæðurnar, þannig að logi fór að loga. Þeir voru aldrei þar, voru á hinum staðanum, vissu af þessu, voru svo sem alltaf á leiðinni, en það gerðist aldrei neitt. Ég tel að þetta sé hópurinn sem að hann sem sagt stillir okkur upp sem að fylgjum honum í dag, þú góði og já, sem hann segir, og svo segir við hinn hópinn, farið frá mér, bölvaðir. Það alveg ljóst að þetta fólk átti til einhvern trúarneista, eins og voru líka að segja á það, að hinir, vantrúin, bein vantrúin, hún ekkert þarna. Hún dæmdi sjálfa sig til glötunar og því á leið til glötunar. En hinir töldu sig nú vera á réttri leið og höfðu svo sem tíma til þess að fara inn á rétta leið, en gerðu aldrei það sem þurfti til að þessi rétta leið yrði þeirra. Þannig við erum að tala raunverulega grafa alvarlegt mál og hvatningu til að vera það sem við eigum að vera, gera það sem við vitum að við eigum að gera og stoppa bara þar. Verk Guðs það sem við eigum að gera, og ef við erum heiðarleg trúafólk, sem ég veit að mörg okkar erum, þá heyrum við skilaboðin frá Guði og við gerum það sem hann að bjóða. Aðrir sem eru svona hálfvolgir í þessu, þeir heyra, jú vissulega, en þeir gera aldrei neitt í því sem þeir eru að heyra og eru því aldrei þessir þörfu verkamenn og akri Guðs. Við þetta fólk segir Kristur, ég þekkti þur aldrei. Já, við ráðum því sjálf hvort að drottinn þekki okkur eða ekki. Og það ekki spurning það að hann þekkir þá, einkum þá, sem að gera það sem hann að bjóða og boða. Af hverju? Af því hann veit hvað rétt. Hann veit hvað rétt, hvað rangt. Ég veit ekki alltaf hvað rétt og hvað rangt, en ég veit að það sem drottinn að segja mér, það rétt. Það rétt í hans sögum og því rétt verk að gera og vinna. Þú góði og trúi þjóð, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Þetta eru meðmælin sem við sem að þó gerðum það sem drottinn bauð, já, að því hann bauð það. Hinni fenguðu þessi boð og skilaboð, en gerði ekkert með þau. Við höfum svo sem vísbendingar í orði Guðs þetta allt saman. Við munum eftir húsbóndanum sem kom inn til herbyggi tveggja bræðra sennilega, stráka, já, bræðra kannski. Og hann segi við annan, farðu og gerðu þetta fyrir mig, og hann sagði, nei, ég vil það ekki. En sá hönd og fór síðar og gerði það. Til hins fór hann og bað sama, hann sagði já, en satt bara áfram við það sem hann var að gera og gerði aldrei það sem hann var beðinn og ætlaði ekkert að gera, þó hann segði já. En hinn aftur á móti var maður sem fór réttlætur frá þessu verki, því að þótt hann segði nei, ég vil það ekki, þá gerði hann allt samt. Og drottinn metur allt svona, hlýðni við orð Guðs alltaf það sem gildir. Þetta segjum við strax bara já, ég skal gera það. En það lærist með tímanum og það lærist með trúargöngunni og að því að við erum líka að leyfa trúnni að vaxa í hjarta okkar. Þá lærum við þetta allt og við vöxum í þessu og þetta í raun og veru trúarvöxturinn að okkur verður að gera það sem drottinn að boða og bjóða. Þetta allt saman lærdómur
Það tekur tíma að festa í sessi hjá sér, en með bara eljunni og með trúnni og öllu því á vopni þá gerist þetta hægt og sígandi, og eftir áratugi að baki þá ert þú komin nokkuð lengra ef allt hefur verið eðlilegt heldur nú varst þegar þú varst að stíga fyrstu skrefið inn í trúnni og enn blautur á baku eyrun og vissir hvorki upp né niður hvað trú væri. Áratugum seinna sjáum við að við vitum miklu meira. Það því hryggilegt að áratugum seinna séu menn enn á sínum stað með eiginlega engin trúarleg verk með sér. Þetta fólki sem Kristus segir ég þekkti þér aldrei. Þú varst ekki þar sem ég var. Þú varst ekki að gera og vinna verkin þar sem ég var að starfa, því hann starfar á fullu í því sem hann að boða. Þegar ég að starfa í Jesú nafni og þú segir þetta með mér, þá máttu vera viss það að Drottinn með þér. Hann í starfi með þér. Hann í starfi með fólki sem eru að starfa því sem hann að bjóða og biðja En það tekur engan einhverju fantatæki og dregur með sér. Við komum, hvort sem það ég að þú til hans af frjálsum og húsum vilja, sem segir mér það að ég vil gera þetta. Mér langar til að vera þarna af því að Drottinn með mér í því. Og þetta eitt af því sem við reynum og tökum undir og við förum að þekkja Jesú betur að því að hlýða því sem hann að boða og bjóða og við sjáum það alveg í góðu lagi að gera það. Það fylgir því engin hætta eða háskili. Þannig að við erum varin á bak og brjóst, en við verðum þá að leyfa honum að gera það sem hann vill, þegar hann vill og að því hann vill það. Og við lærum, trúin kennir okkur það, að það sem Kristur gerir alltaf rétt. Jú, ég get alveg gert eitthvað rétt, en það svona allur gangur á því með réttlætið. En þegar ég geri í Kristi nafni, þá ég vissum að það eina sann og rétta. Og svo lærir maður það smá saman að gera bara það. Og þá maður með allt hjá sér í friði. Og þannig hefur þetta nú verið hjá manni, það nú allt hjá manni í friði. Ég var nú að segja það. Og það hefur verið góður vegur að fara þennan trúarins vega. Hann hefur ekki verið mæðudalur fyrir mig og ég hef ekkert mætt neina þannig séð mótstöðu sem maður hefur ekki getað ítt til hliðar. En mótstöðunar eru þarna og ef það kemur ekki, þá bara orðið beinlínis rangt sem talar einmitt þetta. Þannig að mótstöðunar hljóta að vera. En við vitum hvaðan mótstöðunar eru komnar. Þar fá óvinni sköpunar Guðs og við vitum að hann heitir Satan. Hann út allt og gerandi það sem hann kann best, sem sagt skemma, eyðileggja og drepa. Hann bara hann og hann bara í þessu. Þannig við sjáum að hann algjör andstæða við allt sem Kristur gerir, sem lífið sjálft. Hann hlúir að lífi, elskar að lífi, hann læknar fólk sem hefur orðið sjúkdómum að bráða svo framvegis og gerir það oft reynustu kraftaverk. Okkur læknar hann ekki alla, þú voru að spyrja hann, ég ekki Guð. En það samt gott að eiga Guð og það mikil gæfa að fá að boða lifandi upprisin Jesú, því að hann hefur ekkert breytt sér neitt. Hann ennþá þetta upprisna afl sem hann var og orð Guð segir og það til fullt af fólki í veröldinni sem að tala nákvæmlega með sama hætti og hér gert. Þannig að þetta ekki bara eitthvað einstakt tilfelli sem þú ert að hlusta á hér. Þetta miklu, miklu víðar en þú líklega gerir þig grein fyrir og bara á litla Íslandi þetta talað út allt land má segja og alltaf og sunnudöfum eða á samkomum tíma þá koma menn saman til þess að hitta hvora aðra. En mestöll uppbygging í Jesú nafni fer þegar þú ert einsamall og einsömul því að þú ert alltaf einhvers staðar með sjálfri þér. Oft gefst tími þess að þú ert einn og þá geturðu gert eiginlega kannski nota einhverja stund sem gefst til þess að tala bara hreinlega við Jesú. Biðið til Jesú, lesið í orði Jesú,
þegar stund gefst, og það gefst oft stund til þess að gera þessi verk, jafnvel ef þú ert í þannig vinnu að þetta sé alveg mögulegt. Þannig að þú grípur gæsina þegar að hún gefst án þess að það bitni neitt á þínu vinnu framlagi. Þú auðvitað skilar og leggur stund á og kapp á að skila að þér góðu verki á þeim vinnustað sem þú ert. Og það vex líka að skila eftir góðu verki að því þú ert meðvituð og meðvitaður Jesú í hjartaðinu þínu og þú ert að heiðra hann með þínu góða verki. Og góður starfsmaður sem atvinnurekandi treystir á og já, hann þessi manneskja sem skilar á sig góðu verki og við þetta bætist sé trúin með í verki því hann að auðvitað heiðra Jesú með því verkum sínum og atvinnurekandi hann nýtur góðs af þínum góðu verkum sem þú rekur til trúar þinnar. Þannig að trúin alltaf akkur í að eiga og ganga fram í og lifa, en þetta eitt af því sem við ráðum alveg sjálf hvernig Og þetta hvatning hér, það einmitt að láta þetta vaksa í sér og þegar trúin vex þá minnkar vitleysan í okkur. Af því að trúin vex og trúin viskan. Og viskan nýtir allir heimskut út eða víkur til hliðar. Þannig að það saxast alltaf á heimskuna í okkur og við förum að vita skil á sannleikanum og svo förum við að elska þennan sannleika og viljum fá hann bara allan. Þannig að við sjáum að við höfum ærið verk. Að fá hann allan, held ég okkur endist ekki ævinn til. En við getum alltaf bættið sannleikan á hverju nýjum degi sem við fáum að vakna inn í. Og það ávinningurinn af því að eiga þessa trú að hún etur okkur alltaf í þessa átt, ekki átt að vitleysunni og þvælinu og heimskunni. En þar heimurinn á fullu og etur sínu fólki bara, í þær átti og út í það farið. En hann hjálpar þér ekki að sannleikanum því hann sjálfur hatar sannleikan og dregur því upp myndir sem eru upplognar og birtir þær fólki sem hann á og hann á marga. Og það ástæðan fyrir því að þessi ólga í mannheimum. Trúað fólk á engan þátt í þessari ólgu. En það var þar einu sinni því allir voru eitt sinn á syndarinnar vegi en Drottinn náði sumum að þeim og tekur það frá fyrir sig og kennir þeim þessa lexíu sem heitir lexía orðsins. Og það hér sem við erum að tala lexíu orðsins og hvetja menn að því borði og biðja þá að gjöra svo vel að fara af hinu borðinu því að það ekkert neitt sérstaklega heilnæm. Og við auðvitað eigum að vera það sem heilnæmara og heilnæmast á öllu heilnæmu orð Guðs. Vettvangur, samvera kristinna manna, kirkjan, samfélagi og allt saman það. Það það besta sem við eigum og við höfum aðgang að þessu, trúan og tryggan aðgang að þessu þegar við viljum. Þegar við viljum. Þú getur talað við Krist í einverunni og hann kemur oft með opinberunar fyrir þig, handa þér í einverunni. Þú ert bara einn, samt allt í einu veistu skil á einhverju sem þú skildir ekki áður. Eða færð nýja opinberun sem virkar svolítið hringinn kannski alveg helling. Engin vitni nema þú og þú ert fullgilt vitni. Og þú getur sagt þinn vitnisburð öðrum trúuðu fólki og flestir taka þegar vitnisburðið því að það líka uppörvandi og styrkjandi fyrir aðra trúaða þegar ég og þú komum með okkar vitnisburð. Við vitum að hann sannur. Það ber enginn fram vitnisburð, upplogin vitnisburð og bara veið slíku manni sem dytti það til hugar. Þannig að margt gott við það að eiga trú og allt gott við það að eiga trú og allt gott við það líka að eiga trú sem við framberum öðrum. Við lifum sjálfur og framberum öðrum. Við þurfum að lifa trún okkar sjálf og svo framberum við okkar trú sem sannleikurinn í okkar lífi. Jesús allt í mínu lífi
og ég ekkert að veiklast neitt í þeirri trú. Og ég upplifa hann á hverjum degi og ég hér á þessum stað upplifa nafni Jesú, ekki mitt nafn. Það svo sem alveg gott og gilt, en það ekkert Jesú, engin Jesú, jú að við svo bak við það, en nafni mitt ekki Jesú. Jesú allt annar einstaklingur, hann vil taka sér bólfestu í þér, hann hefur tekið sér bólfestu í mér, hann þarf ekki að taka sér aftur bólfestu þar því að hann hefur aldrei farið það, en ef þú átt ekki Jesú, þá vill hann komast í þitt hjarta til að þú, prívat, vitir hver hann Já, og þegar kemur að því að hann stígur til jarðar aftur, eins og orðið segir, og það verður skipting, og þá verður þú þeim megin þar sem að þessi góði trúi þjónn og á heima. Þú lendir þá ekki á hinum staðunum sem hann segir farið frá mér bölvaðir. Já, eins og vorum að tala á það, hann ekki að tala vantrúna þarna. Því að vantrúin, hún verður ekki þarna. Hún bara valdi sjálf sinn stað, hún bara fer beint þangað. En hinir sem að töldu sér trú á Jesús, þeir koma allir eftir samkvæmt þessu, en svo verður aðskilnaður. Þessi gerðu verk Guðs og þessi gerðu ekki verk Guðs og þverskölluðust við að gera umbeðin verk og svo framvegis. Þarna skilur á milli. Og þess vegna líka erum við með hana boðskap þar til þess að við lendum þrátt fyrir allt þeim megin þar sem að ríkið býður okkar. Ég ræði alveg sjálfur hvernig þetta hver staðan hjá fólki í dag. Ég veit náttúrulega ekki nema bara mína stöðu, hún harla góð. Ég náttúrulega dæmi ekki trú annarra, mér dettur ekki til laugar og ég hef ekkert leyfi til þess. En þetta eitthvað sem að hver veit þarf að vita, skilja og skynja með sér sjálfum, því að ef að þú skynjar það ekki fyrir þig sjálfan eða sjálfa, þá get ég það ekki. Eina sem ég get gert bara að tala orð Guðs. Segja mína reynslu og opinberanir af orðið Guðs í þeirri trú og þeirri von að það hjálpi þér til þess að fara áfram þinn rétta veg. Þannig að þú lendir ekki þeim megin sem að Drottinn segir og orðið talar svona, farið frá mér bölvaðir. Við viljum ekki fá það. Og Drottinn með þetta og svona kemst við til þess að við fáum ekki þessi skilaboð. Þess vegna sögum við bara byrjum á því núna, byrjum að gera það sem Drottinn að bjóða og boða og höldum okkur þar. Þetta svo sem ekki flókið, við vitum þetta og við skiljum þetta að því við eigum þráttur allt til trú, en við verðum að virkja okkar trú, við verðum að vera þetta trúaða fólk, ganga í þessari trú okkar, eins og við gerum mörg og kannski flest. Ég veit ekki hver skiptingin verður þegar kemur á þessu, hvort þetta sé 50-50, ég veit það bara ekki. En ég held að hinn hópurinn sem að talar farið frá mig bölva sé nokkuð stór hópur. Ég bið Guð að þessi dagur endi þannig að ég haldi áfram að vera þeim megin sem að þetta fólk sem pottþétt á leiðinni til himna. Erum við ekki aðstödd til þess? Þannig að við tökum trúna framvegis alvarlega og gerum það sem að Drottinn að bjóða og boða. Við lesum Biblíuna, ég veit það, kristnir menn gera það, en ég veit ekki hverjir fara eftir þeim boðskap sem Biblían að boða. Það aftur á móti vettvangur hér til þess að hvetja menn, ekki bara til þess að lesa og vita þetta og hitt, heldur lifa þessi vers sjálfur. Ef ég get lifað þau, þá getur þú það líka. Ekki til þess að þóknast einum eða neinum, heldur bara til þess að þóknast lifandi Guði, sem veit, já það sem ég veit ekki. Það ýmislegt sem ég veit ekki, en ég veit að hann veit. Og ef hann veit, þá getur hann, já, opinbera mér það. Og hefur svo sem opinbera mér margt. En ég ekki eins og hann, veit ekki allt. Og það gott, og ég stakkur upp. Þá segi hjarta mitt það að ég þarf enn á honum að halda. Ef ég búin að ná þessu öllu,
þá gæti ég nú alveg sagt, já, ég kann þetta nú allt, þannig ég sný mig bara ykkur öðru. Það verður náttúrulega villan mest og rokin mesti og Guð forði okkur frá því að fara þessa leið, en ég, svona einhverju segja, hygg að sumir séu þar. Og kannski eru þeir fólki sem er þarna, hann segir, farið frá mér bölvaðar. Svo rætt á það, þetta er fólk sem hann gaf trú. En svo voru líka að segja, vantrúin hún er ekki þarna. Hún bara fer á sinn stað sem hún valdi sjálf. Bara orðalaust. En hinir mæta á þessu stað, þar sem verður þessi aðskilnaður. Og þeir sem eru ekki þeim megin, þar sem lífið er, þeir fara, já, sennilega bara þangað sem að hinir sem ekki áttu til trú fara. Og Drottinn talar helvíðu. Þannig við sjáum að þetta líf okkar er grafalvarlegt mál sem að því miður allt og margir eru að leika sér með. En við sem að trúum, við leikum okkur ekki með lífið okkar. Við byggjum það þannig upp að það verði Guði til þægilegs ilms. Og það er alveg hægt að fullyrða það að líf sumra manna er Drottni ekki til þægilegs ilms. Og það vitum við öll sem erum á þessari jörð að svona er þetta. Það er ekkert allir uppteknir við það að vinna góð verk. Sumir, kannski of margir, eru bara uppteknir við það að vinna vond verk. Hugsið ykkur, á hverju? Hjartað talar. Það sem er í hjartunu, það kemur fram. Og ef það eru vond verk og ykkur ílskuverk, þá er það vegna þess að það er ílska í hjartan. Og þú vilt ekki verða uppviss af því að það sé ílska í þínu hjarta, ekkert frekar en ég. Og ég gef Drottni verkheimild í mínu hjarta og hann hefur alveg unnið sitt verk þar og þess vegna gjör breytt þessum einstaklingi og ég þakka honum það. Það hefur gert mér gott og þetta tengir okkur tryggðarböndum, mér og Jesús, og ég veit ekki hvernig þetta tala til þín, en mér er svo sem saman það hvað sem tala til annar manna, þetta er bara sannleikur og svona er þetta. Og við höfum alveg fullt leyfi til að tala sannleika hvort við annað. Við höfum ekki leyfi til að ljúga hvort og öðrum og gorta af einhverju verkum sem við gerðum aldrei eða einhvern veginn að upphefja okkur sjálf af verkunum okkar. Já, þannig er það nú að það má nú finna öllu sem við gerum. Og bestu verkin sem við vinnum eru verkin sem við vinnum í Jesú nafni. Þannig bara er það. Bestu verkin sem ég vinn ég í Jesú nafni. Þannig að mér er það tamt að gefa honum bara allan heiður. Og ef hann vil þakka mér fyrir, þá bara gerir hann það. Ég er svo sem ekkert að fara neitt fram á það, en ég ætla heldur ekkert að banna honum að þakka. Það er bara, væri nú rangt. Þannig að fá að gera þetta bara svona vill. Við sjáum að hann þakkar fólki. Við sjáum þessa hópa sem þegar hann stígur til jarðarinnar og aðskilur þetta fólk, hann er að hampa ákveðnu fólki af sínu fólki. Hann hampar því vegna þess að þetta er fólk sem gerði það sem hann bauð. Svo talar hann nú ekki sérstaklega vel þetta fólk sem hann sem trúði á hann svona hálfgildings, en gerði ekki það sem hann bauð. Og þar skildi á milli. Og þetta er gott að gera sér grein fyrir að það verkin okkar geta verið þannig að þau skilji bara á milli. Við komumstum ekki í hópinn þar sem menn eru hólknir, fara til ríkisins. Þannig að við sjáum líka að þessu að við þurfum að vanda okkar trú. Við megum ekki vera kærulaus með okkar trú, heldur vöndum við hana og gerum stöndum þannig að verkja við séum bara róleg. Og hvenær erum við róleg? Þegar við erum viss um það hvert við erum að fara. Og ég er 100% vissi. Ég hef aldrei veiklast neitt í því og Guð gefur mér að ég veiklist ekkert í því. Ég er ekki meir meðvitaður um neina synd og ég bið Drottinn að þetta líf mitt að haldi áfram með þessum hætti.
Ég er ekkert að segja þetta bara til þess að upphefja sjálfa mig til að þú fáir eitthvað álit á mér annað en þú hefur. Mér varðar raunin ekkert það. Ég bara segja það sem er satt. Drottinn þekki hjarta mitt og ég veit ég fer ekkert á bak við hann. Hann staðfestir orðin mín og ég vil líka að hann staðfestir þau. Og ég veit hvernig hann staðfestir þau. Hann staðfestir það sem er satt og rétt. Það staðfestir hann. Ég vil vera þar. Þess vegna tem ég mér góða samvisku, tem ég mér eitthvað sem er Guði velþóknanlegt og eftir 35 ára, 36 ára ætti maður nú vera farin að vita einhver skil á því, hvað er rétt í hans augum. Ef það væri ekki, þá væri það bara ábending til mínum og þú er ekki lært neitt, Konráð minn. Og ég vil ekki fá þessi skilaboð. Þess vegna er hver dagur sem að fara að vækna inn í raun og veru lærdómur, réttur lærdómur, beittur upp úr tösku Jesú Krist, ef svo má segja. Þetta er hann að bjóða okkur. Þetta er hlutskipti hans fólks. Þú góðu og trúi þjóð. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni setja þig. Já, yfir litlu varstu trúr. Hann fékk mér eitthvað lítilræði sem ég synti og já, hlúði að og það óx yfir litlu varstu trúr, sagði hann. Og það næði mér til þess að ég fái uppskeru, ríflega uppskeru. Það er þetta sem við eigum að vitum, að það er þetta sem við eigum að stefna að. Vegna þess að okkur er boðið að stefna að þessu. Það segir okkur það, við erum með Kristi í dag, við erum biðjandi til hans í dag, við heiðrum hann í dag, að því það við fengum nýjan dag til þess að gera öll þessi verk á. Einn daginn þá er þessu lokið og þetta er bara búið. Og þá tekum við það sem við höfum gert. Já, þú góði og trúi þjóð, yfir litlu varstu trúr. Farið frá mér bölvaðir, segir hann við hinn hópinn, sem var þó búin að taka til sín, en sinntu ekki verkunum. Þannig við þurfum að vera með opin eyru fyrir því sem Drottinn er að segja. Og ég ítrykka það sem var sagt áðan, þetta er grafalvarlegt mál, þetta er líf okkar. Við erum ekki hérna bara að því bara fyrir einhverja tilviljun. Við erum skipulag, við erum inn í skipulagi lifandi Guðs og ekkert minna heldur en það. Þannig hann vissi alveg að bæði ég og þú myndum koma hingað. Hann veit líka hver dagarnir eru margir á þessari jörð. En við veitum öll að einn daginn þá förum við að þessari jörð. En hvert förum við? Við erum að boða Jesús. Þá ert þú í þeim hópi sem hann segir yfir litlu varstu trú, yfir mikið muni setja þig. Er ekki þetta sem við viljum? Og við getum fengið þetta. Við trúum í dag. Við lofum Drottinn í dag. Við upphefjum nafnið hans í dag. Það er það sem við getum gert. Og þetta er létt verk. Þetta er ekki flókið mál, þetta er einfalt mál, en þetta er eitthvað sem við verðum að gera og vilja. Ég veit það, en ég náttúrulega get ekki talað fyrir þig. En það sem ég get gert er að hvetja þig bara í þessa átt, og það ger ég. Eins og ég hef gert í öll þessi skipti sem maður á við svona efni eins og hér er framsett. Og það sýnist mér ekkert að hætta neitt og heldur áfram. Svo fyrir þetta það að ég er mjög gaman að ég vinna þetta og ég þakka Guði fyrir það að ég er mjög gaman að þessu. Og það er líka gaman og gott að hafa gaman að því sem maður er að gera og ég þakka Guði fyrir það að svo er allavega í mínu tilviki. Ég get auðvitað ekki svarað fyrir því, en svona er þetta í mínu tilviki. En hérna er þetta gjort gott hjá okkur í dag og Konráð hún þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.